Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ég stundum spurði hvernig gangi hjá okkur á samstöðinni og við lifum. Við erum kannski með svona 2000 áskrifendur. Það getur verið svolítið snúið að fjölga þeim í samfélagi sem að ekki hefur vanist í að fólk þurfi að greiða gjald til að njóta þjónustu fjölmiðla. Ísland nefnilega sker sig svolítið frá nágrannalöndunum hvað þetta varðar. Hér til dæmis vísi.is galopinn, MBL að mestu leyti. Það náttúrulega eðlilegt að RÚV sé galopið því RÚV sækir styrk sinn í vasa okkar skattgreiðenda, almanna útvarpið. En það ýmislegt fleira sem er svolítið sérstakt við Ísland í samanburði til dæmis við Norðurlöndin og hann kominn hérna Skúli Bragi Geirdal. Vertu velkomin Skúli. Takk fyrir það. Þú ert hjá Netvís sem svona undirstofnun fjölmiðlanefndar getur maður sagt. Já. Og þið hafi verið að tala í rauninni fyrstu samnorrænu könnunina á til dæmis fjölmiðlalæsi ungmenna og fullorðina. Og það víst skils mér ekkert rosalega gott fjölmiðlalæsi Íslendinga miðað við hérna löndin í kring og það svona fleira sem vekur athygli. Ef við bara byrjum á að ræða þennan punkt sem að ég ræddi þarna í inngangnum. Hverjir eru kostir og ókostir þess að DVF opið, Vísir opið, MBL að miklu leyti opið? Hver eru kostir og ókostir við þetta og af hverju Ísland öðruvísi en nágrannalöndin þegar kemur að því að hér hefur fólk aðgengi að fréttum og mikilvægum upplýsingum frítt? Ég ekki alveg viss hvort við áttum okkur á því hversu mikil forréttinda staða þetta að við höfum allt þetta aðgengi að fríum fréttum því að við vitum það auðvitað hér að það alls ekki ókeypis að vinna fréttir og þegar við erum að bera okkur saman við Norðurlöndin og við erum að sjá þar að þar lengri hefð fyrir því að greiða fyrir fréttir, að vera í áskrift. Kosturinn auðvitað sá að meðan við erum ekki með fréttir lokaði fyrir aftan áskriftavegg að þá aðgengið gott og þá höfum við aðgengi að fjölbreyttum fréttum frá fjölbreyttum fréttamiðlum sem frábært í upplýsingasamfélagi, sérstaklega eins og það að breytast með tilkomu náttúrulega samfélagsmiðla og gervigreindar og alls konar tækni, að þá eru þetta hlutverk fjölmiðla svo ríkt. En það sem að þetta gerir núna einmitt í því umhverfi þegar við erum með ókeypis samfélagsmiðla sem hins vegar ekkert í sérstaklega miklu vandræði með að afla sér tekna með auglýsingasölu og eru að taka líka af auglýsingasölu fjölmiðlana hér. Já, þetta ekki íslensk fyrirtæki. Þetta ekki íslensk fyrirtæki, þetta fjármagn sem að fara úr landi. Að þá auðvitað erum við komin í vandasama stöðu þegar að þú byggir þitt tekjumódel á því að selja auglýsingar til þess að fjármagna fréttirnar og síðan einhver annar að taka þeirri köku þá erlendis frá. En það getur verið erfitt að breyta einhver í menningun okkar af því að meðan við erum með allt þetta aðgengi að ókeypis fréttum af hverju ætti ég þá að fara að borga fyrir fréttir? Það eiginlega spurningin sko. En svo það sem að gerist og hættan auðvitað svo að þegar að enginn borgar eða greiðir fyrir fréttir, hvað verður þá dýrar fréttir eins og rannsóknarblaðamennsku? Hvar svigrúmið til þess að fara í langa vinnu á frétt eða umfjöllun eða kafa í mál? Hvað verður fjölmiðil eins og þennan? Það einmitt málið sko. Hvað verður síðan miðlana? Sjáum við þeim fækka og við sáum til dæmis eins og fréttablaðið detta út sem náttúrulega miðl sem kemur inn á marka með miklum krafti, ókeypis blað sem hefur auðvitað áhrif á þessa menningu sem síðan ekki til í dag. Við getum nefnt miðl líka svipaðan þennan eins og þegar N4 var og við höfum verið að sjá Hringbraut detta út og þetta auðvitað mjög alvarlegt af því að þarna verður flóran ekki eins fjölbreytt. En spurningin hvaðan eiga þá peningarnir að koma ef að auglýsingamarkaðurinn svo hann og við erum ekki tilbúin að greiða fyrir fréttir. En það líka spurningin og það sem við sjáum í þessari rannsókn
erum við að átta okkur raunverulega á mikilvæg og hlutverki fjölmiðla fyrir samfélagið. Og ég held að sé ekkert endilega þannig. Ég held við séum kannski einhverju liti góðu vön og tökum svolítið sem sjálfsögum hlut. Ég hugsa það sé hárrétt hjá þér að svona hinn venjulegi Íslendingur hann átti sig ekki á mikilvægi innlendrar fjölmiðlunar og á svo ályktun ekki sér stóð í því sem að þessi rannsókn mældi líka sem var að skilningur Íslendinga eða fjölmiðla læsi Íslendinga því mjög ábótavant. Jú, því mjög ábótavant og sko þegar ég ráðinn fyrst inn hjá fjölmiðlanefnd þá þar ný staða verkefnastjóri miðlalæsis sem var ekki til. Þannig að og mitt hlutverk var að efla miðlalæsi alls almennings. Einn sem náttúrulega eiginlega alveg glórulaust verkefni ef maður hugsar út í það sko. En það náttúrulega nokkuð ljóst að þegar við horfum á þetta svoleiðis að við ætlum að efla miðlalæsi á þennan hátt og ætlum síðan að bera okkur saman við hinn Norðurlöndin þar sem þetta eru deildir sem hafa verið að vinna þessu markvisst í fleiri ár. Við erum líka að sjá meiri samstöðu milli miðla þar að takast á við saman berjumst gegn hérna falsfréttum og upplýsingaóreiðu. Að auðvitað eru við ekki að skora eins hátt og hinn Norðurlöndin. Á sama tíma samt miðlalæsi mjög gott í þessum þjóðum sem við erum að bera okkur saman við eins og til dæmis Finnlandi. Þannig að við erum að bera okkur þetta saman við toppinn og við eigum auðvitað alltaf að gera það. En við hér auðvitað erum að súpa seiða því að hafa ekki brugðist við fyrr, hafa ekki sett meira í það að efla miðlalæsi og miðlalæsi þá erum við að tala um að efla hæfni okkar til þess að leita, skilja, greina, meta og skapa upplýsingar á öruggan og skilvirkan hátt. Þetta mjög víðfemt hugtak. Já, ég hef stundu grunað að þegar ég heyri í almenningi sko að þeirra skilningur á helsta hlutverki fjölmiðla sé bara að fólk sem með einhver ákveðnar skoðanir það stofni fjölmiðil og það bara birti fréttir í samræmi við skoðanir og þú hefur nú kannski eins og ég kynnt rannsóknir með það að mjög margir áskrifendur fjölmiðla neita þeirra til þess að styrkja eigin skoðanir sem þeir hafa fyrir og það svona öryggistenging einhvern veginn í lífinu að þú ert alltaf að lesa bara sjálfa þig og þú ert bara sammála því sem að kemur fram í blaðinu. Þetta hlýtur að hanga einhverju leyti saman við fjölmiðla sögu Íslendinga. Að hún náttúrulega eiginlega bjöguð búin að vera alla okkar hunds- og kattartíð. Fyrst Ríkisútvarpið mjög varfærið og nú ekki að skipta sér að mikið að deilumálum eða hvað þá að rugga valdinu. Svo gefa stjórnmálaflokkarnir út sín málgögn. Þannig að Íslendingar venjast því að þeir geta lesið fjölmiðil sem að í samræmi við þeirra eigin skoðanir, Þjóðviljinn, Alþýðublaðið, Tíminn, Morgunblaðið. Þú minntist á Fréttablaðið áðan sem svo algjör bomba og þá förum við allt í einu úr því yfir í mjög markaðsdrifna fjölmiðlun, bara almarkaðsdrifna fjölmiðlun. Og ég hef haldið því framheld í meistarritgerðinni minni að Íslendingar hafi aldrei búið við fyrr en þá upp á síðkastið sæmilega eðlilega fréttamiðlun á einkamarkaði. Þetta þetta mjög þetta þetta rétt. Það mjög margt í sögunni sem áhrif á það hvernig þetta endurspeglast í dag, þetta umhverfi sem við erum að horfa á. Það sem við höfum þetta áhyggjur af samt einmitt eins og það sem þú nefnir, ef við horfum til þess við Bandaríkjanna, það sem að ég með miðla sem að ég les ef ég hægra megin og síðan vinstra megin sko. Og það engin miðl sem nær til beggja hópa. Og það sjáum við náttúrulega þessa gríðarlegu skautun þar sem að það engin þessi sameiginlegi umræðu vettvangur. Það ekki miðl sem að nær breiddinni. Við viljum auðvitað ekki fara þangað. Við viljum að þessu miðlar sem nái svolítið þvert á og nái til fólk hvort sem það hægri eða vinstri í sínum skoðunum. En það sem þú nefndir auðvitað var þetta, þessi grunnur það sem að við erum vön því að við erum að velja flokksblöð. En auðvitað eru bara fjölmiðlar margir mismunandi líka og þess vegna skiptir auðvitað eignarhald skiptir máli, við þurfum að hafa gagnsæi þar, til dæmis inn á fjölmiðlanefnd skrá yfir eignarhald sem hjálpar okkur auðvitað að meta þær upplýsingar sem við erum að fá þar. En til þess að auðvitað vera miðlalæs þá þarf maður að mínu
viti að lesa fleiri en einn miðl og líka þetta erlenda miðla, ekkert bara innlenda, en innlendi miðla skipta gríðarlega miklu máli. Við erum með staðarmiðla sem að flytja með fréttir frá mínu nærumhverfi, við erum með landstekkandi miðla sem að færa mér þá annars konar fréttir og ég vel fleiri en einn miðl þar til að fá sem flest sjónarhorn. Og ég hef heyrt það gríðarlega ofta því ég var nú hérna áður á N4 og það nú svolítið síðan að sá miðl lokaði, en ég heyri ennþá að það vanti meira af íslensku dagskrárefni utan að landi. Og ég held að sko fólk við viljum fá að vita hvað að eiga sér stað í samfélaginu okkar út allt land. Já. Svo spyrir maður sér líka sko í bergmálshellinum sem að mörg okkar hvíla í núna meðal annars vegna samfélagsmiðlana sem sópa okkur inn í búblur og við verðum bara alveg hissa ef við hittum einhvern sem ekki deilir sömu, jafnvel, öfgafullu skoðun og við höfum komið upp af því að við erum alltaf að heyra í okkar líkum inn á samfélagsmiðlunum. Maður spyr sér líka sko hvort hérna á sama tíma og ég er sammála öllu sem þú segir, þá má líka velta því fyrir sér hvort bara fjölbreytt flóra sjálfstæðra fjölmiðla með samt ólíkar skoðanir, með ólíkar ritstjórnarstefnur til vinstri eða hægri eða bara í miðjunni, þar sem allt upp á borðum, þar sem enginn er að sigla undir fölsku flaggi. Maður spyr sér líka hvort þetta sé bara viðbragð samtímans við því sem við höfum verið að ræða. Já, og í þessu öllu saman að það ekkert eitthvað ein töfralausn í því að efla þennan fjölmiðlamarkað. Við þurfum líka að gefa í varðandi sko menntun fjölmiðlafólks. Við þurfum sko styrkur til einkarekinna miðla ekki eitt og sér einhver lausn sem leysir allan þennan vanda. Já, hluti vandans náttúrulega líka. Já, og menn þurfum að hafa náttúrulega sko, við þurfum að sem fjölmiðlafólk þurfum við að hafa svigrúm til þess að vinna okkar vinnu. Þegar við erum að stöðundi pressunni, það hraði, það álag, það eru láglaun, það þarf að selja og reka miðilinn. Það reyndar ekki allir með láglaun. Ég held að ritstjóri Mokkan sem 5 milljónir á mánuði. Já, þetta er mismunandi að sjálfsögðu sko. En svona ef við horfum heilt yfir á það þegar ég að tala um mína nemendur í fjölmiðlafræðinu og þau eru að velta fyrir sér starfsframa á sviði fjölmiðla. Hvernig lítur það starf út? Er þetta fjölskylduvænt? Er þetta tekjur? Er gott starfsumhverfi? Get ég gengið að þessu starfi sem minn starfsferil? Og við þurfum auðvitað að geta svarað þessu spurningum fyrir ungt og efnilegt fólk sem að mennta sig á þessu sviði. Og líka erum við að ráða inn menntaða fjölmiðlafræðinga inn á miðlana. Þannig að við þurfum að horfa svolítið á þetta heildstætt, þetta umhverfi. En það sem eru þetta búið að gerast líka núna nýverið eru þessi samfélagsmiðlar. Og fjölmiðlar eru þetta svolítið neyddir inn í þetta umhverfi og samspil með þeim að nýta þá sem vettvang til að koma sér á framfæri. Þeir hafa svipt okkur annarri hverri krónu rúmlega sem áður fór í auglýsingar í íslensku fjölmiðlum. Já, það er eitt. Og það sem kannski, við sjáum núna í rannsóknunum okkar, að við erum, sko, þegar við förum að spurja út í traust. Við höfum ekki traust á þessum samfélagsmiðlum, en við höfum traust á fjölmiðlum. En svo spyrjum við út í notkun og þá notum við samfélagsmiðluna gríðarlega mikið og jafnvel umfram fjölmiðlana og sérstaklega yngsti aldurshópurinn. Og maður fer að velta því fyrir sér, af hverju, þannig fer ekki saman hljóðamynd, af hverju nota ég mikið það sem ég treysti ekki. Og svo förum við núna í nýjustu rannsókninni sem á leiðin út núna í þessari næstu viku, þá erum við að skoða sko, hvernig þetta samband okkar við samfélagsmiðla í dag, því að ég fer að spyrja því. Fyrst samfélagsmiðlinn sem þú fórst inn á, til dæmis Facebook, hann betri að verri í dag heldur en þú fórst inn á hann fyrst? Fyrst þegar þú fórst inn á hann og þú fórst að fylgja... Það var miklu breiðari áður. Já, og ég valdi vin og fjölskyldur og ég fór að fylgjast með efni frá þeim. Nú fer ég inn á hann í dag og það mæti mér auglýsing, ábending eitthvað sem ég þekki ekki neitt, gervigreinda myndband, önnur auglýsing og svo fer ég niður og svo allt í sé ég eitt post frá mömmu. Þetta ekki miðlinn sem ég fór inn á. Og þegar við förum að spyrja fólk, þá þetta ekkert þetta umhverfi sem okkur langaði að fara inn í samfélagsmiðl, tengja mig við fólki mitt. Þannig að við erum einhvern veginn föst í þessu, ég treysti þess ekki neitt, þetta endtómt sorp sem ég fæ þarna inn á fítinu mínu, en af hverju ertu þarna? Jú, ég er náttúrulega hérna, hópurinn með fótboltaforeldrónum og ég í þessum spjallhóp hérna og við virðumst ekki geta slitið þennan streng. Síðan fórum við upplifa það umhverju okkar að allt sé ótrúlega neikvætt og allt sé að fara til fjandans.
Og af hverju það? Við erum alltaf með algoritma sem að reikna okkur út og færa okkur efni og meira af því saman á samfélagsmiðlunum. Og það miklu auðveldara að segja ég ætla að slökkva á þessum fjölmiðli því hann ætlar að færa með neikvæðar fréttir. Því ég get ekki slitið en naflastreng þrátt fyrir að mér finnst þetta ekki gott efni og mér finnst einhvern veginn í grunninn vera hann algjör forsendubrestur fyrir því af hverju ég inn á miðlum eins og Facebook í dag. Já, ég held að séu bara 2 svona persónuleikar sem skrifum þjóðmál sem að detta alltaf upp á mínu fíti, það hérna Illugi Jög og Egill Helga og sennilega vegna þess bara að þeir eru báðir mjög duglegir að framleiða og svo fá þeir mjög mikil viðbrögð frá almenningi og kannski hef ég færslur þeirra nægilega oft til þess að hérna, ég man bara ekki eftir öðrum en sko fyrir 10 árum þá hérna því þú ert að spyrja sko, hver okkar upplifun og breytingunum á miðli eins og Facebook þetta bara orðin einhver ruslakista í dag en hún býr yfir Messenger hérna samskiptaforritinu og það kemur fram í þessari skýrslu að Messenger er það algengasta samskiptaforrit okkar Íslendinga? Já, við erum mikil Facebook-þjóð og höfum verið þekkt fyrir það og Messenger síðan afleiðing af því líka en svo það verið líka og við getum leitað aftur í aðra rannsóknir af hverju erum við farin að nota hann svona mikið ég meina þegar ég byrjaði að nota Facebook þá var ég að setja inn færslur í opnum aðgangi ég setti bara status, bara ég að borða snúð og það var allt í lagi og við bara áttum samtal það en núna eins og við höfum séð upplifun fólks það fullt af alls konar hatri og neikvæðni og áreitni þannig að ég fært mig yfir í einkaskilaboðin til þess að losa mig undan þessu eða loka það hópa eða bara sleppi því að tjá mig lengur En munurinn okkur og hinu Norðurlöndunum eru þetta, þar eru við með WhatsApp sem samskiptamiðl sem miklu stærri heldur en hér. Já, hann hefur aldrei náð fótfestu hér. Nei, en það sem við erum að sjá, til dæmis í rannsóknum á börnum og ungmennum, að þar erum við að sjá núna, við erum átt okkur á því að það kannski ekki mjög sniðugt að börn séu inn á TikTok og Snapchat og Instagram. Þannig að þær miðlar hafa verið að lækka. Var það ekki þú sem að fluttir inn á Alþingi, var það þingsályktun til að hækka aldurstakmark á samfélagsmiðlum í 15 eða 16? Í 15 eða 16 ég held í opnu það hefur verið hækkað í 16 í Ástralíu en á Norðurlöndunum sérstaklega Noregi og Danmörku er umræðan 15 ára Svíar er að skoða þetta svolítið eins og við Finnar eru ekki þarna já, við getum alveg farið inn í þá umræðu en ég lagði þetta til inn á þinginu og það er kannski líka út frá því af hverju erum við að horfa á samfélagsmiðla sérstaklega og taka út þá út fyrir svega. Þar er ég með aðgengiskaðlegu efni, ég er með áreitni frá öðrum sem kemur ekki til mig til dæmis í gegnum bíómyndir þegar ég horfa á þær og síðan er ég með auglýsingar sem koma til mín út frá upplýsingum sem er safnað mig. Þegar ég er barn þarna inni og við sjáum skýra mun á drengjum og stúlkum stúlkur eru miklu líklegri til þess að fá auglýsingar botox og fylliefni og megrunarvörur strákar miklu líklegri til að fá auglýsingar veðmál ólöglegar veðmálauglýsingar en við höfum ekki eftirlit sem er nægilega sterkt til þess að taka á þeim í dag þannig að inn á þessu vettvangi er ég líka að fara og ég er ekki til að leita að því að sjá efni heldur fæði það til mín, það er reiknað út og þess vegna horfum við þurfum að gæta betur að vernd barna en á þessu vettvangi og sérstaklega þegar við erum að fara að sjá þessa þætti eins og við erum að tala um hér mikla neikvæðni, þetta er orðið miklu meira markaðstól en á meðan við erum að lækka hlutfall barna á TikTok og Snapchat og Instagram þá er að hækka hlutfallin á WhatsApp og það er að því við erum kannski átt okkur því að þar erum við að velja samskiptamiðil umfram einhvern markaðsdrifinn afþreyingamiðil fyrir börnin okkar. Þannig að ef sem sagt börn sem annars færu 13 ára inn á Facebook og Insta og þetta stöf ef þau mættu samkvæmt íslenskum lögum ekki fara inn fyrir 15 eða 16 þá gætu þau notað WhatsApp. Sko Ástralía hafa farið þá leið að því samfélagsmiðlar eru svo mismunandi. Þeir eru að flokka skaðlega miðla sem eru þá með 16 ára þá eru við með þessa TikTok og YouTube og þessa afþreyingamiðla en síðan eru samskiptamiðlarnir teknir út fyrir svega og síðan er hægt líka eins og við rætt á Norðurlöndunum að hækka það upp í 15 en þú getur gefið sérstakt leyfi frá 13 ára sem foreldri. Þannig að það eru alveg ýmsar útfærslur mögulegar í þessu. Síðan sjáum við stúlkur eru mun fyrir farnar inn á samfélagsmiðla meðan að strákar nota tölvuleiki á sama hátt til þess að tengjast öðrum eigin samskiptum, búa sér til samfélag. En samt í keyptum tölvuleikjum er ekki verið að
beina að mér beint auglýsingum út frá söfnum persónuupplýsinga. Þannig að það heldur ekki algoritmi sem að færa mér eitthvað efni. Þannig að tölvuleikjaspilunin, ef ég að nota tölvuleiki við hæfi, hún öðruvísi í eðli sínu heldur en samfélagsmiðlinn. Þannig að það alveg, við eigum að gera greinarmun þarna á. Og í þingsályktunartillögunni minni þá var ég með annars vegar að hækka aldurstakmarkið og hins vegar að við setjum sterkari lög yfir þessa markasetningu sem beint að börnum. Því við erum í lögu núna alls konar skilur vernd barna, sérstaklega til dæmis í efni fjölmiðla, að þessi sérstök vernd gagnvart því hvað auglýsingar börn að sjá, auglýsingar í kringum barnatíma og svo framvegis. En svo frítt spil gefið á samfélagsmiðlum. Og þetta finnst mér ekkert sanngjarnt. Við eigum að sjálfsögðu líka að gæta vernd barna á samfélagsmiðlum eins og við gerum á öðrum vettvangi. Þannig verða að ræða núna að olíufélögin á Íslandi þurfi einhvers konar yfirfrakka á sig og opinbert inngrip sem tengi þau við heimsmarkaðsverð. Vegna þess að það bara þannig með stóran hluta íslensks samfélags að við höfum farið offari í þessu frelsi og offari í því að trúa á markaðinn og markaðsöfl og trúa því að algjört frelsi sé til bóta á öllum sviðum. Og ég finn nú ekki annað en að þessari hugmynd sé að vaxa á smegin að þurfa að koma böndum á til dæmis samfélagsmiðlanotkun barna. Við getum bara tekið dæmi að ég meina við erum með bíómyndir bannaðar upp í 18 ára. Og þá erum við að horfa á kerfi sem heitir Kækvæsir út frá því hvað efni getur verið skaðlegt og haft áhrif á hegðun barna. Og þegar ég hérna 12-13 ára, þá hef ég ekki prófað áfengi, fíkniefni, kynlíf, ég hef ekki upplifað mismunun. En síðan sé ég fólk nota þessi efni, jafnvel án afleiðinga og það getur haft áhrif á það hvernig ég bregst við. Og síðan eins og við sjáum á samfélagsmiðlum, þetta mjög raunverulegt efni, ég að sjá aðra alls konar áskoranir og þetta getur haft áhrif á mig, skaðleg áhrif. Þannig að það ekki endilega bara þessi kvarði, þetta sé endilega líðan. Nei. Svo ég að horfa á þessa bíómynd sem bönnuð 18 ára, en síðan get ég farið inn á YouTube og sé brot úr þessari mynd. Og í þokkabót einhver að senda mig skilaboð gegnum samskiptaforrit, þykjast vera jafnaldri og reyna að komast í samband við mig. Þannig að þetta auðvitað ekki umhverfi sem við hæfi barna. Þannig að við þurfum auðvitað að fara að setja viðeigandi stimpil. 13 ára stimpillinn byggir á söfnun persónuupplýsinga. Persónuvendin eina sem nógu öflug til að setja einhvern þrýsting á aldurstakmark. Hún skiptir ofboðslega miklu máli. Við verðum að gæta friðhelgi barna á netinu. En við þurfum að horfa á hina þættina líka. Orðið forræðishyggja hefur orðið alveg rosalega neikvætt gildishlaðið orð í huga mjög margra. En það segir sig sjálft að það felst bara heilmikil vernd í ýmiss konar forræðishyggju. Og mér líður stundum núna eins og við séum aftur svona að fara að endur hugsa samfélagið sem við búum í og það verði ekki eins mikið skammaryrði forræðishyggja. Það verði ekki eins mikil neikvæð stimplun sem að fylgir því að við ræðum forræðishyggju á einhvern sviðum ekki. Síst hvað varðar unga viðkvæma fólki okkar. Og þegar ég að tala fyrir þessu hækkandi aldurstakmarki, þá verður alltaf að vera til staðar fræðsla, forvarnir og úrræði. Og það það sem við erum að gera í mínu starfi allan daginn, alla daga. Og þess vegna þegar við erum að ræða aðgengismál og við erum ekki búin að tryggja fræðslu jafnt til allra og við erum ekki búin að tryggja viðeigandi úrræði, þá ekki tímabært að ræða aukið aðgengi. Við getum tekið þetta og sagt, eigum við þá ekki bara að sleppa því að vera með aldur á áfengiskaupa aldri eða sígarettum eða nikótínum og tóbaki af því að við erum svo frædd og vel upplýst. Hvernig líst þér á að hækka áfengiskaupa aldur upp í 25 ári í stað þess að lækka niður í 18 eins og sjálfstæðismenn alltaf að leggja fram árlega og þannig er ég að vitna til radda sérfræðinga á læknadögum þar sem læknar sjálfur voru að leggja til að áfengiskaupa aldur yrði jafnvel hækkaður í 25 ár vegna nýlegra rannsókna sem benda til þess að framheilin í ungu fólki skaðist meira af áfengisneyslu heldur en áður var talið og þau vilja meina að tvítugt fólk að áfengiskaupa aldur hér á landi 20 ár þetta byggist á gömlum og úreltum rannsóknum. Ég myndi segja þarna að við getum yfirfært að nákvæmlega sama og ég var að tala varðandi samfélagsmiðlana að
þarna erum við með ákveðna grunnforvarnir sem við stóðum okkur mjög vel í, áfengi og tóbak sem núna líka sér nikotínpúðar og annað. Við verðum að fara að taka þessar grunnforvarnir fastari tökum, að mínu viti. Og það þarna í þessu líka, við getum líka farið lengra og sagt með veðmálin og spilafíknina. Sem að koma mjög sterkt inn á okkar borð og að herja á unga drengi allt í kringum og allstæðar sem við fræðslu þar sem við erum að skapa gríðarlega stór vandamál til framtíðar að þannig erum við að tala þætti þar sem við erum ekki búin að tryggja fræðslu, forvarnir og úrræði, meðferðarúrræði einhverju staðar en þau þurfa að vera mun fleiri og mun betri og meðan við erum að tala aðgengismál við eigum að byrja á hinum endanum að tryggja forvarnir, fræðslu og úrræði á öllum þessu sviðum. Við kunnum þetta alveg, við getum þetta alveg, við erum heimsfræg þegar við tókum á reykingunum, en við þurfum aðeins að taka upp boltan, sko. Við missum hann ef við tökum þessum sjálfsögur hluta við sem búin að ná einhverjum ákveðnum árangri. En þetta þetta flókin veruleiki og svo höfum við núna að tala núna samfélagsmiðla. En hvernig líst þér á hækkun áfengiskaupa? Ég myndi persónlega, núna bara, ég var ekki á móti því. Nei. Mér finnst það ekki slæm hugmynd. Nei, þetta finnst mér sko til marks að við erum að sigla inn í nýja tíma. Ég held að það sé einhver hreyfing núna. En aftur að skýrsluna, nú gaman að og það mér að kenna við vöðum úr einu í annað, en bara gaman að... Einn punktur byrja mér langaði, sko, því að það sem svo, við nefnilega sem erum eldri, við erum alltaf að tala félagsmiðla sem við þekkjum, við erum alltaf að tala Instagram og Facebook. Síðan það sem að gerast það, því að bara til að koma því að við erum alltaf í þessu samtali við börn og ungmenn á gólfinu. Núna eru menn farnir að tala eru þið vissu þig að við erum farin að nota Pinterest til þess að eiga samskiptum? Eru þið búin að heyra Coverstar? Vissu þið að búið að breyta Spotify núna og við erum komið myndbönd og samskiptamöguleika þangað inn. Ofan á þetta líka, svo tölum við gervigreind og þá tölum við alltaf ChatGPT eða Copilot sem við notum. En síðan eru börnin að nota karakter AI að búa sér það til vin og eigi samskiptum við þennan vin á ákveðnum forsendum eða spjallmenniðin á Snapchat. Þannig að gervivinni sem sagt, AI-vinni. Já, þannig að við erum svolítið föst í því sem við þekkjum og við, náttúrulega þegar við fengum samfélagsmiðluna þá var þetta bara mesta byltingin, það var æðislegt og þetta myndi leysa allt. Svolítið eins og við horfum núna á gervigreindina. Hún annarkvort að fara að tortíma okkur eða leysa öll okkar vandamál. Þetta verður náttúrulega hvorugt, sko, þetta verður einhvers staðar á milli. Já, við vitum ekki. En það sem við þurfum að gera að við þurfum að horfa á fleiri en við þekkjum. Og þess vegna erum við núna, hjá okkur, við erum að setja í lofti núna á eftir. Já, bara fyrir í dag af því þessi þáttur fyrir loftið í kvöld. Já, fyrir í dag, þá það verkfærakista foreldra. Það sem við getum farið inn og við skildum ekkert hvað ég verið að segja núna á Coverstar og karakter AI og allir þessi mál. Það verkfærakista foreldra sem við erum búin að safna saman þessum upplýsingum. Það sem við erum að vinna vinnuna fyrir foreldra sem vilja vera með á nótunum, vilja skilja hvað þetta vilja geta að tala við börnin sín og haft einhverja forsendur fyrir því. En þetta var mjög aðgengilegt og ef það vantar eitthvað þarna það má alltaf tala við okkur, við viljum heyri foreldrum líka. Við þurfum að aðstoða foreldra í þessu samtali. Mér finnst það mjög fyndið sko að það hefur verið umræði í svona foreldrahópum sem ég hef tekið þátt í hvort það sé rétt að bara út frá persónuverndarlögum og út frá frelsi barnanna að við séum að trakka þau, að við sjáum hvar þau eru, hvar líkaminn þeirra staddur. Hvort þau eru upp í Breiðholti, Seltjarnarnesi, í Sundi eða hvar þau eru að gera. Það mjög margir foreldrar sem að mónitora börnin sín. En svo fara þau inn í herbyggi og við höfum ekki hugmynd hvert þau fara á internet. Þetta mikilvæg umræða. Við notum þessu upp til þess að fylgjast með þeim. Við erum þarna með leiðbeiningar hvernig þú setur á fjölskyldustillingar, til dæmis á Apple og Google og PlayStation. Og við erum með hvað þú getur gert með þetta. En við erum alltaf með eina punkt líka, til hvers þetta ekki? Þetta ekki til að njósnum börnin okkar. Þetta ekki slagur okkar við börnin okkar, heldur hvernig við notum tæknina á heilbrigðari hátt. Það snýst þetta í grunninn. En við sjáum það líka gagnvart þessi það sem við erum að fylgjast með öðrum, Live 360 og Snapchat-kortið, að þetta getur verið opbóðslega mikið svona, leiðum mér að sletta svona obsession hjá ungu fólki að fylgja stöðugt með því hvar vinir mínir eru, eða kærastan mín, eða fyrrverandi kærastan mín. Og við höfum séð mjög alvarleg mál hvað þetta varðar því að ég kannski ekkert alltaf að fylgjast með hverjir sjá staðsetningarna mína. Við erum hætt saman og ég glemdi að taka fyrirverandi út en hann ennþá að fylgjast með því hver ég staddur öllum stundum. Höfum það í huga líka að þegar við erum á nótu til að fylgjast með okkar börnum þá geta aðrir verið líka að gera það. Stillum þetta rétt en við erum ekki að njósnum börnin okkar. Heyrðu, ég hafði nú fyrir því að lesa þessa skýrslu að bara miklu leyti
þú sagði mér hérna rétt fyrir viðtalið að það nú fleiri punktar sem ekki rati í skýrsluna og ég veit ekki hvort þú getur uppljóstrað eitthvað sem ekki í skýrslunni en sem sagt hvað kostar það okkur að vera bara með eitt dagblað? Já, þetta þetta svona stóra breytingin þegar þetta hefur horfið svolítið hratt úr okkar flóru þessi dagblöð. Það sem ég hef haft áhyggjur af því þar til þess að þegar ég alast upp og nú ég 33 ára, ég ekkert eitthvað eldgamall. Nei, það ertu ekki. Nei, að sko frétta áhugi minn, hann hefur ekkert verið alveg alltaf til staðar. En það var alltaf þannig á eldhúsborðinu heima voru alltaf dagblöð til staðar. Síðan var kveikt á kvöldfréttum í sjónvarpinu og það voru útvarpsfréttir í útvarpinu þegar mér var skutlað á æfingar. Fréttir voru í umhverfinu mínu. Núna í dag eru ekki dagblöð á eldhúsborðum nema vissulega sums staðar en þau eru miklu færri og á sum heimilum bara jafnvel engin. Við erum ekki endilega að stilla kvöldfréttir, heldur mögulega bara Netflix eða eitthvað efni sem við erum búin að velja okkur og svo erum við Spotify playlistan í bílum okkar á leiðinni heim. Sem þýðir hvar eru fréttir í umhverfi barna í dag og hvaðan kemur þá frétta áhugin. Hann kviknar ekkert endilega sjálfum sér. Við gætum þurft að hafa fyrir því. Og ég var nú með námskeið í vísindaskóla unga fólksins fréttir og fjölmiðla. Og ég lendi í þeim vanda því þá var fréttablaðið farið. Það var erfitt að nálgast prentu blöð. Og megnu til var ég eiginlega með bændablaðið þarna á borðunum, að reyna að kveikja einhvern frétta áhuga. Sem með meiri útbreiðslu en mokin. Já, bara frábært bændablaðið, ég lest það mikið. En góðu brittstálkur. Já, glæsileg starf, hrósum þeim ekki nóg. En það sem við þurfum að hafa í huga þarna hver ætlar þá að segja börnunum okkur frá fréttum og hvað gildi þær hafa fyrir samfélagið. Og ég veit að blaðamannafélagið deilir þessari hugsjón líka, við gerum betur þarna. Í fræðslunni sem við erum með hjá Netvís frá fyrsta bekk upp úr erum við alltaf að tala gildi fjölmiðla í þessu flókna upplýsingaumhverfi sem búum í dag. Við þurfum að tala það upp. Hvernig eru fréttir unnar? Þetta ekki bara einhverju slúðurfréttir. Það eru fagfólk með siðareglur og fréttana nú orðið það náttúrulega örvænting hjá fjölmiðlum. Það teygja sig lengur og lengra eins og mogginn með Epstein fyrirsögnin og Kára Stef. Þetta svona eins og tabloid miðil, bara gul pressa, líka við segja frá helvíti. Bara örvæntingar fullt að reyna að ná í lestur og mogginn var bara mjög íhaldsamur og varfærin bara fyrir nokkrum árum. Þetta til marks stöðu íslenskra fjölmiðla. Já, ég held að þetta umhverfi sem við erum búin að skapa þeim. Að þá verður þegar þú segir þessi örvæntinga að við erum farin að reyna að grípa athyglinna á þann hátt sem við vitum að við ekki verið að gera. En ég held að ef við myndum skapa þeim þetta umhverfi sem fjölmiðlar þurfa að hafa til að geta sinnt sínu hlutverki, þá myndum við ekki sjá þessar fréttir. Við reynum hér til dæmis á samstöðinni að tækla, að sigra freistnivandann, að vera endalaust að fjalla eitthvað sem við vitum að fær kannski meira áhorf undir stórum, sterkum fyrirsögnum, en að okkar mati bara eitthvað drasl sem á ekkert uppbyggjandi erindi við almenning. En stundum, bara þegar maður að skrifa fréttir á samstöðin.is eða eitthvað, maður teygir sig af því að þetta allt í bara svo mikil útrýmingarhættu. Þetta það og við sjáum þetta í skýrslunni að það þetta skiljum við almannaþjónustu hlutverk, skiljum við siðareglur, ritstjórnir og hvernig þær virka. Við sjáum að við erum ekkert sérstaklega að skilja það, en á sama tíma... Meinar það almenningur? Já, almenningur. En á sama tíma þá erum við með hátt álit á gildi fjölmiðlunar. Við viljum hafa hana til staðar. Mér finnst ég geta lesið það út úr þessu niðurstöðum. Okkur finnst nú skipta máli, en við kannski erum ekki með djúpan skilning á því af hverju þetta skiptir máli. Og hvað það sem við þurfum að vernda í þessu umhverfi þannig að þetta geti þrifist. En ég held að komi líka að þeim tíma og okkur þolmörkum hjá okkur. Eins og núna við erum að upplifa í skýrslunni sem á leiðinni að við erum svolítið að missa trúna á Facebook og samfélagsmiðlunum sem við erum að nota. Við erum komið gervigrindina og efni sem ekki búið til af fólki, sem náttúrulega byggisamt á efni sem fólk bjóð til. Það kemur að einhverju þreytu hjá okkur og við förum að leita í efni frá
manneskjum og frá fólki. Við þurfum að finna einhvern fasta í öllu þessu upplýsingaflóði. Og þar, ef við erum búin að tryggja umhverfi fjölmiðla, þá eru þeir einmitt sá staður. Það sem getur leitað í, þar fólk sem búið að vinna úr upplýsingunum fyrir okkur. Við þurfum að líta á sem, þetta þjónusta líka við okkur, að það sé búið að hjálpa okkur að vinna upplýsingar, kanna heimildir, að þetta skiptir máli í þessu umhverfi. En á meðan við erum að skapa eins og talar að freistivanda með umhverfi sem ekki boðlegt, að hvert leitum við þá? Því ef við erum ekki að svara þessari þörf fólks, ég meina þá kemur bara einhver áhrifavaldur sem að segist tala hreina íslensku sem ætlar að vera með öll svörin fyrir okkur, sko. Já. Og ég meina að það náttúrulega fer tími í að til dæmis bara svo við förum aftur til þessa fjölmiðils hér sem bestu auðvitað í bökkum að það fer tími að undirbúa viðtal hverjar eru spurningarnar, hvað það þarf einhverja hugmynd samfélagslegt mikilvægi og inntak og samhengi til þess að öll viðtöl verði ekki bara alltaf á forsendum viðmælandans sem oft að selja eitthvað. Við sjáum bara Gísla Martein, hann selur bara, gestirnir hans allir að selja eitthvað, meira og minna. Þetta almannaútvarpið. Og ég tók eftir í fréttatíma Ríkissjónvarpsins í gær að já, ég ætla sko ekki að missa Kastljósi, já, ég ætla sko ekki að missa Silfrinu. Gömlu starfsmennir þegar ég var á RÚV, þeir hefðu bara lagst á höggstokkin. Ríkisútvarpið komið mjög langt í markaðsvæðingunni. Við sjáum auglýsingarnar dembast yfir okkur þannig að við missum á skemmtilegum umræðum í leikli, í spennandi handboltaleikjum og allt það. Og fjölmiðlanefnd þarf náttúrulega líka að fara að skoða hvort Ríkisútvarpið að nýta sér í rauninni dálítið klikkaða þróun, sér til auka ábata í stað þess að vera kletturinn bara þurr og leiðilegur klettur í hafinu og leyfa hinum að sprikla. En ég sé í íslenska kaflanum að það sem ennþá áhugavert við Ísland og sérstöðu miðað við Norðurlöndin til dæmis að hér hlutfallslega hlustun á fréttir í útvarpi, hún er mikil ennþá sem áhugavert. Hangir kannski einhverju leyti saman við það að dægumála þættirnir í útvarpi og þættir samstöðarnar sem eru líka í útvarpi, þeir koma hjá hluta almennings í staðinn fyrir fréttir eða með fréttum. Við erum vön því að morgunþáttur Bylgjunnar, síðdegisþátturinn, Rás 2 með morgunþætti og síðdegisþáttinn að við fáum mikilvægar upplýsingar og menn hlusta á okkur í þessu skyni. Svo eru aðrar stöðvar eins og Útvarp Saga sem að margir hlusta á sem það sem þeim finnst vera framlenging á fréttir, en þetta áhugavert hvað útvarpið ennþá sterkt hér á landi og það sannarlega bara íslenskt. Það ekki mengað af því sem við höfum verið að ræða. En þetta ákveðin menningarmunur líka sem þetta menningarmunur og ég held að horfa á þetta líka bara sem ákveðin styrkleika og hvernig vinnum við þá með útvarpslustun og menn hafa nú svolítið líka oft talað svona endalög útvarpsins ég meina við erum með sjónvarp og alls konar aðra miðla, af hverju þurfi útvarpið en útvarpið heldur sínu gildi og það jákvætt. Útvarpið líka geggjaður miðill. Hefur alltaf verið uppáhaldsmiðill minn. Sjónvarp svo þungur miðill, sérstaklega þegar maður að vinna sem sjónvarpsfréttamaður að þetta svo rosalega þungt allt saman, mikil tækjastöf og allt það. Og við sjáum það líka eins og þróun hefur verið núna í flóru hlaðvarpa á Íslandi sem að ég held að ég rætu í hversu útvarpshlutun sterk hér og við hér á Íslandi til dæmis eins og fjölmiðlanefndin höfum þurft að vera að horfa svolítið á þennan miði líka á meðan að það kannski ekki sama áherslan þar á meðan við sjáum kannski á Norðurlöndunum þá eru þessi sömu einstaklingar kannski einhverjir vídeobloggerar á YouTube og YouTuberar. Við erum ekki sterk þar. En okkar svona einstaklingar eru mættir inn á hlaðvarpsvettvanginn. Þannig að það er greinilegt að hlaðvarp mjög sterkt á Íslandi. Já, en af því vorum að ræða áðan mikilvægi sjálfstæðra fjölmiðlunar og ekkert endilega kröfu að allir fjölmiðlar séu hlutlausir, heldur bara að þú vitir hvaðan þeir koma og hvert að fara.
hér á landi eru hlaðvörpin mörg skilgreind með hægra podcast og svo framvegis. Já, og það bara sama þar, þú veist, að við þurfum að hafa upp á borðum, eins og segir, hvaðan þetta að koma. Því fylgir mikil ábyrgð þegar þú ert að hafa áhrif á umræðu. Og þess vegna til dæmis eins og með hlaðvörp sem eru farin að vera þannig að það eru reglubundnar útsendingar. Ég farin að hafa mínar aðaltekjur af því að framleiða þetta hlaðvarp. Þá svona þegar ég komin í þennan farveg, þá þetta farið að líkjast bara alveg eins og halda út í fréttasíðu, sko. Þetta mín atvinna, ég með reglubundnar útsendingar, ég með reglubundnar þætti og þá þetta komið svona með hverju munun á því og útvarpi og þess vegna erum við að horfa á það að það þurfum við að gilda einhverja reglur og lög líka á hlaðvarpsvettvanginum alveg eins og útvarpsþætti. Þannig við séum heldur ekki að búa til eitthvað ójafnrétti í umhverfinu okkar. Svo sé ég í íslenska kaflanum að þar talað sko, það allir að tala að börnin okkar í skólanum séu ólæs út af einhverju byrjandalæsi fyrir norðan, held ég að þú berir ábyrgð á því sem akkur einhver og fyrir ekki að vera í gandast með þetta að það segir í íslenska kaflanum sem er mjög stolti gott að Íslendingar 65 ára og eldri þeir séu nú bara með töluvert niður sig í fjölmiðlalæsi ekkert síður en það allt svo. Já, þetta gott við komum inn á þetta því að við höfum sett mikla áherslu á fyrst og fremst börn og ungmenni en það þarna hópur líka eldra fólks sem að við höfum ekki verið að gera nóg fyrir. Þetta eru ofboðslega flókið umhverfi fyrir þau að setja sig inn í og þau að alist upp í annarri fjölmiðlaflóru heldur en við erum að gera í dag. Þetta hópur sem við sjáum í rannsóknum að þarf aðstoð. Þetta hópur sem sótt mikið í með netsvikum og ástarsvikum. Falsfréttir hafa oft áhrif á þau og þau eru ekki að leita sér aðstoðar eða veit ekki hvert þau geti leitað. En það eiginlega ánægilegt að segja frá því að við erum á leiðinni núna með Landssambandi eldri borgara í átak fyrir þennan hóp. Fengum styrk til þess sem mikilvægt og við þurfum að festa það í sessi, ekki eitthvað tímabundið átak eða einhver stað bara bundið við einhvern eitt stað á landinu. Við þurfum að fara markvisst í fræðslu fyrir þennan aldurshóp sem eru þetta ekkert bara einhvern einn hópur, hann ofboðslega fjölbreyttur. Þú ert með ofboðslega læst fólk og hann bara eiginlega eins fjölbreyttur og þetta samfélagið okkar allt. En við sjáum það skýrt í þessar rannsókn í öllum okkar rannsóknum að við þurfum að leggja áherslu á hann alveg eins og börnin. Við tölum ekkert við hann eins og börnin. Það eru aðrar áskoranir. En þetta oft hópur líka sem hefur mikla fjárhæðir inn á heimaföngunum sínum. Fjárhæðir til þess að tapa sko og oft hefur það ágerst mjög lengi áður en að það uppgötast málið. Svolítið eins og netöfgahóparnir sem að sækja í börnin. Þannig að þarna setjum við núna áherslu og ætlum að gera betur en það mjög margt í þessu líka í þessum þetta eru bara svona fyrsta rannsóknin þessi samnorræna, við megum ekki festast of mikið í samanburði við hér Norðurlöndin því að við yfirleitt töpum þar að því við erum í keppni við miklu öflugri deildir þar og lengri sögum rannsóknir og annað við stöndum okkur ekkert alltaf illa mér finnst það ekki vera niðurstaðan heldur í þessu og við höfum séð að við getum breytt og snúið við mjög hratt. Þannig að þegar við tökum okkur saman, þá náum þetta árangur í hraðar. En ertu svona í lokin skúli með einhverja punta sem ekki komast inn í skýrsluna sem að gæti verið gaman að ræða svona í blálókin? Já, uppáhaldspunkturinn minn er að þegar við spurjum út í hæfni til þess að greina netsvik eða falsfréttir eða bara til þess að greina auglýsingar, til dæmis inn á fréttamiðlum eða í efni, við höfum svolítið mikla trú á okkur. Þetta á ekki bara við einn aldurshóp. Hvað finnst þið vera dálítið læsa á þetta? Ég veit alveg hvað myndbönd eru djúpfölsuð og ég veit alveg hvað er auglýsing og hvað ekki og hvað er frétt. Og svo leggjum við fyrir þið dæmi og þá er það ekkert alveg í samræmi við þessa ofurtrú sem við höfum á okkur. Þannig að það segir okkur að við þurfum að efla þessa hæfni. Það er gott að hafa gott sjálfstraust, ég ætla ekki að berja það niður. En við höfum oft ekki alveg þessa innistæði fyrir sjálfstraustun okkar sem við teljum okkur hafa. Þegar við segjum geta séð í gegnum þessa gerjugreind, bíðið bara. Sko. Annað sem að veldi mér smá áhyggjum að þau myndbönd og myndir sem augljóslega er ekki verið að breiða yfir að séu falsað. Margt af þessu efni köttur að lesa bók með gleraugu og flettir og eitthvað svona.
Þessu deilt alveg rosalega mikið og auðvitað vekur þetta einhverja gleði og svona þetta fyndið og eitthvað það en sko maður hugsar býður þetta þeirri hættu heima mörkin máist hægt og rólega út sko. Ég get sagt að starfandi í þessum geira að ég á stundum í vandræðum með að sjá hvað raunverulegt og ekki þegar ég beiti öllum brögðum til þess sko. Sumt af þessu fyndið, skemmtilegt þegar við deilum við auðvitað, ég meina algoritmi les það, við höfum áhuga á þessu, augljóslega síðan það kannski það sem alvarlegast í þessu þegar kemur að kosningum þegar kemur að því að andlit fólks, og það nú sérstaklega þá fjölmiðlafólk sem eru andliti sem koma á skjáin þegar hætta steðjar af því það eru andliti sem við treystum til þess að segja okkur hvernig við erum að bregðast við, hver staðan raunverulega Þessi andlit eru líka innmitt notuð til þess að deila einhverjum fölskum upplýsingum þegar vera að falsa myndbönd og það eru þetta hættulegt því við berum traust til fjölmiðlafólks sem eru vön að sjá, sem eru vant að tala við okkur og segja okkur fréttir Við erum farin að sjá dæmi þetta og meðan að þetta verður betra og betra og nú settum við íslenskuna kyrfilega inn í gervigreindina sem hjálpar okkur að vinna með hana en það þýðir líka að hún orðin ágætlega góð í að tala íslensku og við höfum náttúrulega svona lengi vel verið vernduð af tungumálinu okkar þegar við sjáum þessa fölsku fréttir þetta hræðilegri íslensku en það að breytast Já. Við erum reyndar bara öll að verða líka hræðilegi í íslensku það er raun og svo En Skúli, kæra þakki fyrir komuna og gaman að spjalla við þig þetta og þakkir til ykkar líka fyrir að hlusta og fylgjast með samstöðinu og ef þú ert ekki orðin áskrifandi ef þú ert einn af þessum 40-50.000 sem lætur 2.000 borga alla okkar dagskrá þá skaltu hugsa það en gang en nýrkafli eftir andartak Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is